Þetta svo mikið atriði sko að mynd ekki ein mynd, heldur kvikmynd allar þessar myndir sem raðast upp sameiginlega og það þessi sameiginlegu áhrif sem skipta máli en ekki áhrifin af einni mynd sko. Og þess vegna maður að passa sig líka á því að vera ekki að alltaf að gera ultimate sko einhver rosalega flotta mynd í hvern skipti sko. Þetta spurning að þetta sé eining og heild sem hangi saman, sem spila saman. Hann einn af lykilmönnum þeirrar sköpunarbylgju sem kendir við íslenska kvikmyndavorið, en ferill hans í kvikmyndagerð spannar tæplega 60 ár. Hann stýrði kvikmyndatöku 15 íslenskra bíómynda, auk sjónvarpsmynda, stuttmynda og fjölda heimildamynda. Sigurður Sverrir Pálsson, kvikmyndatökustjóri, hlaut heiðursverðlaun Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar á Eddunni 2024 fyrir framúrskarandi framlag sitt til íslenskrar kvikmyndagerðar. Kærar þakkir akademíunni. Það mikill heiður að fá að standa hér. Það var ekkert einfalt mál að búa til bíó þarna í byrjun og leikstjórar og framleiðendur lögðu allt undir og færðu ótrúlega mikla persónulegar fórnir til að gera drauma sína að bíómynd. Ég vil gjarna þakka ykkur öllum, sérstaklega sem leyfðu mér að vinna mína vinnu undir ykkar verndarvæng. Það var ekkert sjálfsagt, en þið gerðu mína drauma þar með að veruleika. Þess vegna vil ég segja að draumar eru mikilvægir og ég vona bara að ykkar draumar megi rætast. Takk fyrir mig. Ég heiti Ásgrímur Sverrisson og þetta svipmynd af listamanninum Sigurði Sverri Pálssyni. Sigurður Sverrir Pálsson að mínum mati einn af stóru mönnunum í íslenskri kvikmyndasögu og áhrif hans miklu kannski víðtækari og meiri en maður skildi ætla í fyrstu. Það var bara mikið gæfuspor að fá Sverri í samstarf. Það var frábært að vinna með hann. Á þessum tíma þá var bara alltaf Sigurður Sverrir Pálsson væri maðurinn. Mér finnst hann alltaf svo rosalega cool að hann myndi mig alltaf á Clint Eastwood. Hann var ráðinn en samt var tilfinningin dálítið þannig að við fengum að vinna með honum. Ég treysti honum afskaplega vel, vissi hann var mjög traustur og vandvirkur. Ég held að sé lífslán mitt að hafa kynnst Sigurð Sverri og hafa borið gæfu til þess að eignast vináttu hans og hans sem samstarfsfélaga út ævina. Þetta eru flestir þeirra leikstjóra sem Sigurður Sverrir hefur unnið með í gegnum tíðina. Hér tjá þeir sig listrænt innsæi hans og verkþekkingu en ekki síður það andrúmsloft sem honum fylgir í því flókna og margræða sköpunarferli sem felst í því að koma kvikmynd frá hugmyndastigi til sýningar. Ágúst Guðmundsson vann 3 bíómyndir með Sigurði Sverri á kvikmyndavorstímanum, Land og syni, Útlagan og Gullsand. Land og synir, sem tekin var upp sumarið 1979, var fyrsta bíómynd beggja. Hann hafði greinilega sýnt af sér góða takta í þessu og menn bara trúðu því að hann gæti ráðið við þetta, sem hann svo náttúrulega gerði. Hann var mjög úrræðagóður þegar kom að því að leysa svona vandamál sem í raun og veru hann hefði ekki átt að þurfa að leysa. Þegar kom að því að kvikmynda inn á mjólkubílinn sem var gamall Chevrolet vörubíl, þá lét hann binda sig framan á húddið og þar var hann fastur og í miðju kafi uppgötvaði það að hann gat ekki tekið ljósmælinguna og fyrsti aðstoðmaður, Ari Kristinsson, hann hélt á ljósinu svoleiðis að ég var fenginn til að taka ljósmælinguna. Það eitt skot úr Land og sonum sem var okkur svona talsverð andagift þegar kom að því að taka lokaatriði í Gullsandi.
skotið úr land og sonum sýnir unga mannin fylgja kærustu sinni heim í dögum. Og við vorum svolítið hrifnir af svona þessari íslensku sumarnótt, þessum bláa blæi sem gjarnan á henni. Og þegar kom að því að taka þetta loka atriði, þá stakk Sigurður Sverrir upp á því að við tækjum þetta bara einfaldlega að nóttu til. Þetta voru reynda bara bestu skotin í allri myndinni. En það sem gerðist meðal annars var það að kranabíllinn, hann fór ekki í gang. Og þá þurfti tökulið að hlaupa til og draga kranabílinn upp á brúna yfir Skaftá. Og enn einu sinni svona kom fram hvað Sigurður Sverrir úrræði góður og lét svona fátt koma sér úr jafnvægi. Ég vil ekki búa innan svona gullgrafara. Og hvert þetta hugsa að fara? Bara suður. Og heldur sé ekki gullgrafarar þar líka? Þá leita ég enn lengra. Þangað ég finn einhvern stað sem fólk hugsa eitthvað annað en að grafa eftir gulli. Og það nefnilega einmitt hans stíll, finnst mér að hann mjög einfaldur og skýr og það ekkert einfalt að ná því og svona það fylgir þessu ákveðið svona sjálfstraust fyrir framleiðsluna að vera nokkuð viss þó maður ekki að vera viss neitt í þessum efnum, að vera svona nokkuð viss að þetta kæmi vel út. Heiðin frá 2008 var fyrsta bíómynd Einars Þórs Gunnlaugssonar en sú 15. sem Sigurður Sverrir filmaði. Það var eins og að fá svona tiltekið svona ákveðið akkeri inn í þetta listræna teymi. Því þá var eiginlega bara einn Sigurður Sverrir Pálsson. Það er bara reynslan og sýnin sem hann hafði og maður hafði séð í hans myndum og hún hentaði bara okkar mynd því að þetta átti að vera mjög íslensk mynd. Hún tekið mikið út í sveit og hann þekkti þetta eins og lófan á sér. Þorsteinn Jónsson og Sigurður Sverrir unnu saman 2 bíómyndir, ... og Skíahöllina. Fyrst vann hann með mér í ... Þá byrjuðum við á því að hittast á einhverju hóteli og ég man að ég var svona svolítið upp í skíunum, svona miklar hugmyndir en hann kom alltaf með skynsemina. Mér fannst hann hafa einhverja eiginleika sem voru íslenskir. Hann hafði tekið Land og sinni áður en hann vann með mér. Þar sást vel hvernig hann meðhandlaði landið og svona þetta þjóðlega íslenska sem manni þótti vænt um. Ég held að það hefði verið það sem maður var að leita hjá Sverrir. Maður fékk ekki einhverju dellur eða vesinn eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona sem átti að gera allt öðru sem allir aðrir og heldur frekar bara að gera rétt. Ég held að allar myndirnar hann séu svolítið þannig. Það eru svona bara réttar. Það var eitt sem ég gerði því ég var að byrja. Ég ákvaði að vera með að lykilmenn mættu alveg sem vera eldri og reyndar en ég. Að ég, unglingurinn, myndi græða því að vinna með þeim. Og það átti sannarlega við Sverri og hann var svona auðvitað tökumaður minn en hann var líka naut þess örugglega. Ég bar óttablandna virðingu fyrir honum og tók mark á honum. Samstarf Hilmars Oddssonar og Sigurðar Sverris nær meðal annars yfir 4 bíómyndir á 20 ára tímabili. Þetta eru eins og Skepnan deyr, Tár úr steini, Sporlaust og Kaldaljós. En fyrir þá síðastnefndu hlaut Sigurður Sverrir Edduna árið 2004. Hann heldur mann svo vel við efnið. Þú kennst ekki upp með neitt kjaftaði. Þú þarft að geta varið allt, á hverju er að taka þetta svona, hvað meinar með þessu, hvað viltu gera þarna og hvað vakir fyrir þér og allt þetta. Því við lögðum báðum mjög mikið på því að þú sækir útlitið innihaldið. Innihaldið ræður stílnum. Og þetta voru svo frjóar umræður sem við áttum oft í tengslum við það.
Sko það frábært hvað Sverrir alltaf til í að spá í allar skrýtnar hugmyndir. Það kemur hann ekkert á óvart. Hann mjög opinn gagnvart því að brjóta reglurnar. Óskar Jónasson og Sigurður Sverrir unnu 2 bíómyndir saman, Sódómur Reykjavík og Perlur og svín. Sigurður Sverrir var lykil maður á þessum árum þegar ég var að byrja í kvikmyndagerð. Hann var að skjóta aðra hverja kvikmynd í eins og svo kallaða kvikmyndavori sem hlýtur að hafa verið mjög gaman. Þetta hefur verið skemmtileg staða að vera með frá byrjun, hálf þjóðin kom að sjá hverja einustu mynd. Það sem svo frábært við Sigurður Sverrir að hann hugsar alla kvikmyndina. Hann ekki bara að hugsa að gera staka, fína ramma, heldur heildina. Hann spyr alltaf hvernig klippist þetta, við hvað klippist þetta skot. Það svolítið verið að sparka. Þegar ég var að undirbúa Benjamin Dúfu þá fannst mér bara mjög fljótlega að þetta væri svo stórt verkefni að ég þyrfti nú á að halda að vinna með einhverju sem væri reynslu mikill kvikmyndatökumaður. Og það var bara einn mann að ræða í mínum huga og það var Sigurður Sverrir Pálsson. Og fyrsti fundur okkar var haldinn á veitingastað sem að framleiðandi Baldur Hrafngill hafði skipulagt. Og ég var eiginlega alveg bara svolítið taugaveiklaður í fóðan að funda því að þú veist, hér er ég að byrja mín fyrstu skref sem kvikmyndagerðarmaður að hitta Clint Eastwood. Gísli Snær Erlingsson og Sigurður Sverrir gerðu saman 2 bíómyndir, Benjamin Dúfu og Íkingút. Þetta var eiginlega alveg hárrétt hugmynd og svona tilfinning sem ég hafði að á einhverjum tíma, tökutímabilsins að þá myndi ég þurfa að reiða mig svolítið á þessa reynslu sem að Sigurður Sverrir hafði og hefur. Og það kom akkurat til ljós, það var mjög erfitt atriði sem að ég var að flækja óþarlega mikið eins og oft er títt með unga kvikmyndagerðarmenn sem eru drifnir áfram að miklu metnaði, kannski meiri metnaði heldur en getur. Og þá allt í einu heyrist frá Sigurður Sverrir sem að tala nú ekki mikið að það væri komin kaffitími fyrir tökuliðið. Og það eiginlega kom svolítið á mig, þetta var ekkert í neinum plönum. En þá sem sagt tók hann eftir því að ég var eiginlega komin í smá panikk, komin í hnút. Þannig að hann sendir all tökuliðið í kaffipásu og gengur svo að mér og segir: "Jæja Gísli minn, hvað segirðu? Hvað er vandamálið?" Og þarna var ég með Clint Eastwood að leysa vandamálið í Benjamin Dúfu. Það var náttúrulega þessi tímabili þá hafði hann náttúrulega gert svona þessa kanónur í íslenskri kvikmyndagerð og bara hafði svo mikla reynslu í myndmáli líka, þessu evrópska myndmáli sem að ég var mjög hrifinn á og er hrifinn af. Og mér fannst það einhvern veginn passa algjörlega við þá myndsýn sem við höfðum og við vildum gera og ná fram í Benjamin Dúfu. Ég meina, maður náttúrulega bara fæðist inn í þetta með þá vitneskju að Land og Synir er bara myndana og það að fá að vinna með Clint Eastwood sem að tók Land og Synir er auðvitað einstakt tækifæri. Erlendur Sveinsson er einn nánasti samstarfsmaður Sigurðar Sverris í gegnum tíðina. Ég að stíga fæti mínum inn í hana bransa og þá kynnist ég Sverri strax og það er þangað til í dag. Þá er þetta orðið 55 ár. Því Sverrir er náttúrulega, þetta allir taki undir það, hann er náttúrulega engum líkur sko, hann hefur svo góða nærveru hann Sverrir. Maður líður svo vel í samstarfi með honum. Saman unnu þeir fjölda heimildarmynda af ýmsu tagi en margar þeirra fjalla á einn eða annan hátt sögu sjávarútvegs á Íslandi. Við flengdumst sko all land, miðin umhverfis landið, á öllum tegundum skipa. Við fórum út í heim, vorum fjölmörgum löndum að taka upp fyrir þessar myndir okkar og þetta náttúrulega reynir á. En þetta samstarf okkar, það þoldi þetta allt.
Gunnar formaður hefur listilega stjórn á stýri, íþrótt sem seint verður iðkuð til fulls en margir læra þó smám saman með nákvæmri eftirtekt og æfingu. Hann hefur oft siglt krappar í sjó en þennan dag á leið heim til Hafnar og orðið að heyja baráttu upp á líf og dauða svo að segja við hverja báru. Og endanum sko, þá vorum við saman í 5 vikur með Thor Vilhjálmssyni á pílagrimaveginum til Santiago de Compostela. Thor sagði það á veginum: ég alveg af því að horfa á ykkur félaganna að vinna saman. Það bara lærdómsríkt fyrir mig. Sko, það sem ég finnst að mikilvægt í þessari kvikmyndatöku, það þarf að vera ákveðin tilfinning. Svona myndir, þar eru bara tilfinning. En svo ekki fyrir hann að maður búinn að lýsa, allt komið upp, setur myndavél á staðinn, kíkir í gegnum rammann og segir: býtu, það vantar eitthvað hérna, það vantar eitthvað þarna. Myndir meira ljós, ég minna ljós þarna, skilur. Og þú komponerar raunverulega inn í rammann. Og svo þýðir ekkert að spyrja mig af hverju gerur þetta, skilur. Þetta bara tilfinning. Og þessi tilfinning, hún nefnilega byggð á þeirri reynslu sem að þú hefur í hausnum. Þessi uppsafnaði sko myndheimur sem að skoða myndir frá öllum heiminum, hingað að þangað að, ekki bara ameríska myndir, heldur allstaðar á heiminum. Og öll þessi mynd, svona áhrif, þau einhvern veginn safnast saman í hausnum og það þau sem einhvern segja þér á endanum, hvernig viltu hafa þetta? Og það er bara tilfinning. Þetta, já, þannig að það er ekki, og þess sem ég segja að það er kannski mikilvægara hvað kvikmyndatökumaðurinn sko, hvað reynslan kemur með á bakvið sig, heldur en bara það að vera góður tæknimaður. Sigurður Sverrir átti aldrei gott með að vinna með leikstjórum. Ég held að hann eigi mjög gott með að svona setja sig inn í smekk annara. Ég hef séð hann eiginlega breyta stíl eftir því hver leikstjórinn er og þetta er mikill kostur fyrir einn kvikmyndatökumann. Hann er alveg rosalega góður í að hlusta. Þá meina ég ekki, hann er að geta bíða eftir að klára að segja það sem þú vilt segja. Heldur hann er virkilega að reyna að hlusta á hvað þú ert að reyna að segja og hvað þú ert að reyna að meina. Sigurður Sverrir er svo gentilmaður. Hann er svo kurteis og svona virðulegur, hefur þægilega nærveru. Trónir yfir öllum á tökustaðnum og glæsilegur maður, svolítið svona eins og Clint Eastwood. Annar hver maður í krúinu er hálf skotin í hann, sko. Það er bara þannig. Hann er svo mikil töffari. Hann veit ekkert af því, sko. Hann og Tóti Þórarinn Guðnason, svona alltaf saman sem teymi, sko, og maður valla heyrði þá tala saman þeir eru með eitthvað Bluetooth tengið hérna. Ég held að hann hafi ofnæmi fyrir stælum. Þetta er svona, sko, no bullshit kvikmyndagerð. Og það sem að kannski mér finnst í stuttu máli, hans helsti kostur fyrir að sá, hann er bara svo mikill kvikmyndagerðarmaður að lífi og sál.